Hvað er skattframtal? Eða skattaskýrsla eins og það kallaði í gamla daga, stundum kallað bara framtal. Þetta er skýrsla sem við þurfum að skila til skattsins, er gert á netinu í dag, þetta var á pappír hérna áður. Og þetta er skýrsla tekjur og gjöld og ýmislegt tengt alls konar fjármálum hjá einstaklingum og fyrirtækjum fyrir síðasta ár. Núna er verið að vinna skattframtöl fyrir árið 2025. Ég er að gera þetta í byrjun mars 2026. Og maður skilar þessu inn, skráir niður allar tekjur sem maður var með. Margar tekjur eru skráðar bara fyrir okkur. Ég vinn sem grunnskólakennari og launin mín sem kennari eru bara skráð inn í kerfið. Ég þarf ekki að gera það, en ég er með svolítið að verktakatekjum líka annar staðar og ég þarf að skrá það allt. Telja á móti kostnað og svo borga ég skatt af tekjunum sem ég var með í fyrra, þar að segja verktakatekjunum, því að ég er ekki búinn að borga skattin af því. Þannig ég þarf að gera það á þessu ári og ég fæ útreikninga á þessu þegar ég geri skattaskýrsluna sem að skatturinn þarf svo að staðfesta og síðan fæ ég álagningarseðil í byrjun júní og þá fæ ég að vita nákvæmlega hvað ég á að borga sem er yfirleitt svipaði það sama og var á skattaskýrslunni þegar ég skilaði henni. Sumir fá endurgreitt frá skattinum þegar þeir fá álagningarseðilinn í byrjun júní, aðrir þurfa að borga, allur gangur á því. Ef við fáum endurgreitt þá er það út af vannýttum persónuafslætti eða borguðum og mikinn skatt einhvers staðar. Þetta er allt saman gert upp en ekki fyrr en ári seinna því að það sem er að gerast í byrjun júní er vegna eitthvað sem gerðist í fyrra. Það sem gerist núna er svo skilað inn árið 2027. Reglurnar í þessu eru þannig að við eigum að setja inn allar tekjur sem við erum með og það er ekkert hægt að segja ég vissi ekki að þetta gera þetta. Skattareglur í Íslandi eru bara við eigum að kynna okkur hvað við þurfum að setja inn. Þannig að segja bara úps, ég vissi það ekki, virkar ekki neitt. Þannig að kynnið ykkur þetta inn á heimasíðu skattsins skatturinn.is. Allir sem voru orðnir 16 ára síðustu áramót þurfa að skila inn sér skattaskýrslu. Þeir sem eru yngri skila bara inn skattaskýrslu með foreldrum sínum. En þetta er eitthvað sem allir þurfa að gera.